Mikið gott að sjá ykkur og bara gleðilega hátíð, segi ég. Við höfum prestarnir í gegnum tíðina núna síðustu mánuðina fengið töluvert af tölvupóstum og jafnvel hringingum líka hvenær byrjum við aftur og loksins getum við það. Og mikið gott að sjá hvað komið mörg. En þakka Gógó fyrir þinn fallega söng Fræ í frosti sefur og það þessi sálmur tengist mikið svona þema kvöldsins sem við fáum að heyra meira af og eftir. En við bjóðum upp á fleiri en Gógó hér þó hún sé alveg margramannamaki og ég held að það sé alveg bara komið tíma til að við klöppum kórinn okkar inn ef við ekki gera það. Þetta að vísu bara smá hluti á honum, en góður hluti. Já, þetta merkilegu dagur fyrir margar hlutasakir að geta komið saman hér í fyrstu guðsþjónustunni í langan tíma. Við vorum síðast 11. október. Þannig að þetta búið dágóður tími. Og þetta sunnudagur í föstu inngangi. Sem þýðir það meðal annars að þetta síðasti séns fyrir mig að vera litríkur í bili því að á næsta sunnudegi, sem fyrsti sunnudagur í föstu, að þá förum við yfir í fjólubláa litinn og svo neytum við okkur líka að syngja Þið lofa Faðir líf og önd fram á páskum. Þannig að það svona smá ástíðaskipti sem verða á föstunni í kirkjunni. Og við höfum fundið það við erum einmitt að svona ganga inn í gamlar hefðir eins og hefur verið að tala núna undanfarið að það hefur verið mikið aukist framleiðsla á bolluefni síðustu daga og margir notið góðs af og á morgun þá verður örugglega búið að bollusetja alla þjóðina eða megnið af henni. Þið heyrið alveg af hverju ég var svona vandræðilegu þegar grínuðum pappabrandarana í áramótasköpunni var. En það þetta með þessa daga núna framundan, bolludag og sprengidag, þetta byggir á þessum gömlu hefðum. Það svona fram að föstunni þá að vera svona að undirbúa sig fyrir það og leyfa sig svona eitthvað umfram. Og þetta góður tími framundan, tími til íhugunar og einlægni. En nú skulum við, áður en lengra haldið, signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Og við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við syngjum saman upphafsbænina Ég komin í Guðs hús. Komin í Guðs
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og við skulum rísa á fætur og segja saman og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Þá fáum við lexíu og pistil og við skulum fá okkur sæti og Óskar Einarsson og Eggert Kåber ætla að lesa lestrana í dag. Já, gjör svo vel. Eggert, vilt þú ekki bara koma niður á meðan? Sjaldan sem ég fæ standa hér og gera eitthvað annað en að skamma kórinn. Ég les úr mínum uppáhaldskafla í Jesaja og 57. kafla og vers 14 til 15. Leggið braut, gerið veginn greiðan, ryðjið hindrunum úr vegi þjóða minnar. Því að svo segir hinn hái og upphafnið sem ríkir ævinlega og ber nafnið heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá iðrunafullum og þjökuðum í anda til að glæða þrótt hinna lítillátu og styrkja hjarta þjakaðra. Þannig hljóðar hið heilig orð. Guði sé þakkargjörð. Þolið aga. Stundarsakir virðist allur ægi að vísu ekki vera gleðiefni, heldur hryggðar. En eftir á veitir hann þeim alist hafa upp við hann, friðsamt og réttlátt líf. Rétti því úr máttvana höndum og magnþrota knjám. Látið fætur ykkar feta beinar brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Þá skulum við rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall, og Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Jesús svaraði þeim: stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Og þá sagði Jesús: skamma stund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verðið börn ljósins. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Nú skulum við standa áfram og játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs, Föður almáttugs, og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu mannsins, upplýsum mannsins og eilíft líf. Amen. Þá má við fá okkur sæti og endilega taki vel undir í sálmasöngum. Það er bara að setjast. Nú, jæja. Náðu sér með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Já, við fundum það strax þegar við komum inn í kirkjuna og það var verið að syngja fræið sem sefur í frostinu, að það var eitthvað svoleiðis sem við ætluðum að tala í kvöld. Og samfærðust kannski enn betur þegar við heyrðum Guðspjallið það þegar Jesús talaði fræið.
sem að segir ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Og það ekki af tilviljun að þessi texti hér núna á sunnudegi við föstu inngang. Jesús í rauninni að segja frá því hvað í vændum að hann muni deyja. Og þarna tekur hann sjálfa sig sem notar myndlíkinguna hveitikornið sjálfa sig. Og sannarlega það þannig að dauði hans og upprisa hefur borið mikinn ávöxt og gerir enn í dag í lífi okkar. En hvað varðar sáningu og uppskeru, þá eru það ákveðin element sem að krefst þolinmæði. Við heyrum oft að maður uppskeri eins og maður sáir. En ég held að það sé rótgróið í okkur öll að uppskera frekar betur en við sáum. Helst að fá mikið fyrir lítið. Helst allt fyrir ekkert. Þess vegna til dæmis held ég að lottóið lifi góðu lífi. Við höldum alltaf í vonun það að þurfum að leggja lítið af mörkum og fá mikið. En textinn hveitikornið og tíminn framundan ekki svona lottótími. Lausnarorðið fyrir föstuna þolinmæði. Við heyrðum líka orðið agi. Að beita sjálfan sig aga. Að neita sér jafnvel eitthvað til þess að uppskera eitthvað gott í lífi sínu. Ég ætla aðeins að tala ég nokkuð viss að mörg ykkur kveikja á því þegar við vorum börn að við fundum kannski fugla sem höfðu dáið einhvers staðar eða jafnvel dýrin okkar, fiska eða hamstra eða eitthvað svoleiðis og svo var það grafið út í garði. Og ég minnist þess þegar svoleiðis var að ég var svolítið forvitan hvað gerðist svo og svona kíkti stundum á það hvernig dýrin litu nú út eftir einhver tíma. Og það kannski svona það sem að mér finnst vera svona að kenningu með það að maður lagði dýrin í moldina og kannski hafði stutta bæn yfir eitthvað svona, kvöldbæn eða eitthvað svoleiðis og treysti Guði fyrir þeim. Og mér finnst að vera ágætt mynd upp á það sem að við treystum Guði fyrir, að þá eigum við ekki endilega stöðugt að vera að grafa upp. Þá það bara Guði falið og við eigum að gera það bara með þolinmæði. Já, þolinmæði lausnarorðið á föstunni, tímanum sem framundan Og liturinn sem að kemur næsta sunnudag og fram að föstu sá sami og aðventuliturinn, fjólublár. Og það tími til íhugunar og aga og við svona notum þann tíma til þess að íhuga bara svona stöðu okkar í lífinu gagnvart Guði og líka horfum til krossins, íhugum hvað Guð hefur gert fyrir okkur. Annað, ég veit að það ekki bara þessi mynd upp á að grafa einhver heimilistýr sem sú mynd, hún minnir okkur á að það líka ýmislegt sem getur hvílt á hjarta okkar sem að hefur áhrif á okkur. Og við höfum falið að Guði og það hvílir djúpt á sálinn okkar og jafnvel
finnst okkur við vera bara ómögulega yfir því. Og við bíðum og bíðum. Það er mikilvægt að gefa Guði tíma. Og það er mikilvægt að gefa því gaum og muna það að mögulega það sem að lætur okkur líða eins og við séum jafnvel grafin lifandi, möguleiki á gróðursetningu, að eitthvað nýtt verði til í líf okkar. En treystum Guði fyrir því. Guð gerir alla hluti nýja. Og það sem breytir öllu er að við drögum það fram í ljós Guðs. Að við leyfum ljós Guðs að skína á það, þannig verður vöxturinn til. Eins og Jesús segir, gangið með að þeir hafi ljósið, svo að myrkrið hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið með að þeir hafi ljósið, svo að þér verðið börn ljósins. Stundum verður vetur, veröld hjartans í. Láttu fræð þín lifa ljósins Guð í því. Gef oss þitt sumar, sólu þinni frá. Kristur kom og sigra, kom þú og ver oss hjá. Amen. Nú ætlar Gógó að syngja aftur fyrir okkur fallegt lag sem að heitir Eins og ég er. Just as I am heitir það á ensku og þetta er texti sem að síra Davíð Þór Jónsson gerði. Guð minn, ég beygi mér og bið að þú sért ávallt mér við hlið. Þú skilur allt og þú þekkir mannsins mein. Ég megn ekki neitt, ég ein. Því krýp ég þér að þú hátt mig og þrá mín ein er að elska þig. Ég hjúfra mig að hjarta þér. Þú huggar mig því þú vannst mér eins og ég er. Ég bið að mögnuð mildi þín mái á brott sorgartárin mín. Því hvað sem hendir og hvað sem dynur á kærleik þinn ég treysta má. Því krýp ég þér
Þakka þér fyrir þennan fallega söngkókó sem maður hefur sannarlega við okkur. Og eins og við þekkjum með bænastundin okkar hér í Lindakirkju, þá bænastjakin hér aftast í kirkjunni. Við skulum bara taka tillit með fjarlægð og slíkt með að við syngjum saman hljóður og kannski mögulega einhver fleiri ef að við tökum okkur bara tíma í að eiga bænastundin okkar. Og það hægt að skrifa bænarefni á miða og koma því á framfæri við bænahópin sem að hér klukkan 9 á fimmtudögum. Og ég vil líka benda á svo margt fleira sem komið í gang, vinahúðurnar, prjónahópunin sem á mánudagsmótnum og máttugir miðvikudagar sem lofgjörðar og fyrirbænastundir hafnar aftur og hér í kirkjunni á miðvikudagskvöldum klukkan 8. Og sömu kvöld tólsporastarfið og þannig að endilega skoðið heimasíðuna og hvað framundan og gaman að segja frá því að við ætlum að vera með fyrstu samveruna fyrir eldri borgara nú á fimmtudaginn. Við erum aðeins að breyta tímanum og það verður ekkert veitingar eins og venjulega, en það klukkan 3 og þá ætlar hann Ragnar Axelsson að segja okkur frá bókinni sinni Hetjur norðurslóða, og svo höfum við helgistund. Þannig að endilega farið að láta sjá okkur sem mest í safnaðarstarfinu aftur. En nú skulum við biðja saman og syngja saman.
þakka þér fyrir að við megum fela þér alla hluti. Gefðu okkur náð til að leyfa ljósi þínu að skína þangað sem það þarf að skína. Við felum þér, Drottinn, það allt sem hvílir á okkur. Við felum þér þau sem eigum sárt að binda. Við felum þér sérstaklega fjölskyldur sem hafa mist sína nánustu. Umvefðu þau og blessaðu þau. Við þökkum þér fyrir landið okkar. Við biðjum að blessa forsetann okkar og þau sem að fara með völd í landinu. Viltu blessa þetta þjóðfélag og gefa að við fáum að lifa áfram í frjálsu og réttlátu þjóðfélagi. Drottinn, við þökkum þér fyrir hversu vel hefur gengið í baráttunni við kórnuveiruna og við þökkum þér fyrir að við erum komin hingað saman núna. Viltu blessa okkur og blessa heiminn í þessari baráttu, áframhaldandi í hverju skrefi. Gefðu okkur þolinmæði í því og öllu öðru. Við felum þér hugsanirnar okkar og bænir í bænirni sem að þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Skulum við rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varviti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Nú ætlum við að lokum að syngja söng sem að minnir okkur á að standa saman, eins og við erum svo oft minnt á, þetta er ekki alveg búið. Lean on me, treystum hvort á annað. Og ég vil minnast á að við munum ekki svona fá okkur messu fá okkur kaffi eftir þessa guðsþjónustu, heldur bara förum við héðan í Guðs friði. Og við skulum standa bara áfram og taka undir í viðlagi með kórnum. En mér finnst líka gullið tækifæri núna að fullt af fólki heima að horfa á messuna. Allir hérna með grímu, nú sér enginn hvort þið syngi með. Þannig að nú er tími til að taka undir. Það veit enginn að þið er að syngja. Það þekki allir þetta lag. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're a storm, I'll be your friend. I have to carry on, for it won't be long till I'm gonna need
Farið í friði og þjónið Drottni með gleði. Já, gerum það! Þau eru alveg með þessu, við hefum ekki að gera þetta öll. Farið í friði og þjónið Drottni með gleði. Já, gerum það! Takk fyrir.